Okay, brave man, vel gert. Það var fullt torg af fólki. I just love this woman. Easy target. Góðan og blessaðan daginn. Komið með mér að flytja til Þýskalands. Oh fuck. Góðan daginn, babe. Góðan daginn. Ég er að festa alltaf filmu, sko, svo við getum að horfa tilbaka og hugsa, en gaman. Sorry ef að þið hafa bara að sagja landsáður. Við erum bara eitthvað, whatever, boring. This is so nice. Ég tók þennan stól af því ég ætla að hvíla mig. Breakfast served. Og ég ætla að fá mér meira af því að þetta helga var mikið að girðanlega. Ég minni í tölvuna mína, töskunum mína. Það sem ekki þegna, það er vandur alltaf að vlogga, en ok. So baby, it's a shame that we don't operate well, baby. Cause you're bad for my health, I swear you go to hell. Take the L, I don't wanna see. Mamma og Berglind eru búin að sækja mig. We're on the highway. On the highway, woo! Elskan. Ok, hérna er herbergið mitt. Við erum með rúm. Ég þarf að fara að kaupa seng og kotta. Með skrifborð, fatskáp og hérna líka svona komaeyrsli og sjónvarp, mega næs. Og svo hérna er hurð út í garðinn, þar sem er hengirúm og bara eitthvað svona geggjað chill vibes. Ok, hérna er anddyrið og beint áfram. Þá er þvottaherbergi, ég þarf að borga 1 evru til að fá þvott og til að þurrka. Gaman að því. En hérna er svona lítið rými. Hérna er stóra baðherbergið. Hvernig kveiki ég hérna? Hérna er sturtan. Very nice. Og 2 vaskar. Og svo fæ ég sko þessa hérna 3 hillur. Ég fæ eitthvað pláss hérna og 1 pláss í þessari hillu. En hérna er hlíðin á er svo annað baðherbyggi sem er bara baðherbyggi, þessi klósett og vaskur. Þarna er herbyggi mitt. Það eru 2 önnur herbyggi hérna inn fyrir, herbyggi hérna og hérna er eldhús og lítil stofa. Cause I really hate you. Cause you made me so blue. And I promise to God I'll call you. Það vantar sæng og kotta í herbergið mitt og við vantar handklæði til að geta fyrir sturtu, þannig nú erum við á leiðinni í IKEA. Það er 20 mínútur í burtu frá Gießen, ekki í Gießen, þar sem ég bý. Þannig að mission dagsins er að koma heim með kotta, sæng og handklæði. Góðan daginn. Í dag vorum við mamma og Berglind búin að plana þvílíkt shopping trip. Svo mættum við. Það er eitthvað mál sem heitir eitthvað My Sale eða eitthvað í Frankfurt og mér langaði þar að fara í Hollister og Abercrombie & Fitch og við gerðum það. Byrjum á einhverju annarri búð, keyptum jólagjafir sem að snemma í því. Svo fyrir við Abercrombie & Fitch og þá byrjaði með allt í að vera gett flöggurt. Ég var alveg svona, mér líður eitthvað illa. Ég held mig bara áfram að vera flöggurt og það var eiginlega bara verra og verra. Og svo var ég bara, ok, þurfum að fara út, fá ferskt loft, eitthvað, bara mér líður ógeðslega illa.
Við sitjum aðeins úti í Berglind og með mamma bara oft í Abercrombie & Fitch og erum bara að fá eitthvað ferskt loft. Og svo ætlum við í Sephora sem var þarna, þú veist, maður labbar inn í Sephora samt svona fyrir utan málið. Og bara ég labba inn og bara svona lyktin. Þið veitir hvernig Sephora lyktin er, bara svona ylva snirtuverulykt. Það var sjúklega íkt og ég fekk bara svona, og ég fekk bara nú er ég fræðilega. Þannig ég sný við, sé ruslatunnunni, byrja bara að hlaupa í áttina að ruslatunnunni. Svo æli ég bara svona upp mig. Ég var bara, þurfti að hlaupa á ruslatunnunni, ég var ekki getið allt hér. Æli bara aftur og þá gæti ég bara eitthvað, ég bara misti allt yfir jörðina og það var bara svona lengja að ruslatunnunni þar sem ég var að hlaupa. Í kápuna mína, í buxuna mínar, yfir höndina mína. Og það voru svo margir af það. Og svo, það hlæja. Það var fullt torg af fólki, það var bara utan bara stærsta molli í Frankfurt eða eitthvað, það var bara 1000 manns. Og svo til að gera langa sögustutta því ég var í einhverju sögustundar-væpi þarna, þá ældi ég aftur seinna á sama torgi í einhverju ruslatunnu, þá var ég alein af því að mamma og Berglind fór í Sephora og ég stóð alein og ég ældi í alvörunni úr mér líffærin, það var disgusting. Svo leiðin heim þurfti að stoppa á einhverju bensínstöð og ég ældi þar fyrir utan. Leið og við lögðum hérna fyrir utan íbúðina, þá steig ég annars eitt skref út yfir að æla og svo var ég bara ælandi yfir alla nóttina. Ég var bara, þetta var hræðilegt. Góðan daginn. Í dag er þriðjudagur. Ég er ekki búin að vlogga síðustu 2 daga því að ég var búin að lasin. Þannig ég á enda eftir að klára að taka upp töskunum. Það er fullt af einhverju drasli í herberginu bara eftir síðustu daga, eitthvað pappar, eitthvað plast og eitthvað. En ég er búin að kaupa í matinn í gær með mömmu bara til að eiga fullt af þess pasta, hrísgrjón og bara svona basics, bara ostur, smjör, mjólk. Ég er ekkert búin að fara út, ég veit annars ekkert hvað ég er. Ég ætla að skoða bæinn með mömmu og Berglindi og nýta það að hafa fjölskyldur af mömmu þegar ég var að kynnast bænum, en nei. Þær eru bara heim, fóru bara í hádeginu. Já, þannig ég bara er ekki búin að kynnast bænum neitt. Ég er bara búin að vera inni, en ætla núna að prófa að labba í skólan. Samkvæmt Google Maps er hálftími að labba þangað, ég held að það væri korter. Einhvers svona misskilningur hjá mér. Það eru 22 gráður úti og sól, ógeðslega gott veður, núna bara næstu 5 dagana. Já, þannig við ætlum bara að fara að skoða bæinn saman. Þetta er skólinn minn, eða byggingin mín. Þú veist, ég veit ekkert hver ég er lengra. Það eru bara ekki gangstéttir hérna. Þetta er hrikalegt útsýni við það og við tekið eftir að ekki sem það koma svona staðir þar sem er bara ekkert í gangi. Bara einhver svona innabyggingar. Bara, þú veist, það er ekkert hérna. Og svo er bara meðal í staðan fyrir gangstétt. Svo koma það inn á milli þar sem að íbúðarhúsnæðin eru, það er ógeðslega kjút. Það er gefið mikið af trjám meðfram götunni, hugguleg hús og það er mjög mikið af skemmtilegum arkitektur. Þetta er gata mín hérna sem ég er að fara að labba upp. Ég bý alveg bara upp á heiðinu basically. Cause I'm trying to figure out why you hate me. Was it something I did? Yeah, I don't need to offend. I'm just waiting because of all of the lies. Yeah, you don't need to disguise your face. Hérna er ég búin að setja föt inn í skápinn minn. Ég er búin að tæma úr þessari tösku, þannig hún er komin hún til hliðar í millitíðinni. Ok, what the fuck, ég get ekki opnað þvottavélina. Ég gleymdi þvottinu mínu inni áður ég setti henni í gang fyrir svona 1,5 tíma. Og já, að hafa 3 tíma á vélinni. Ég þarf að borga til þess að fá að þvo og sömuleiðis fyrir þurrkarann. Og tíminn rann út sem einhver ekki sens, en það bara vill ekki opnast og ég get sett 1 evru hérna í. Já, bara...
Ok, 3 tímar. Jó, var ekki einu sinni í gangi. Daginn. Í dag er ég actually að fara að gera eitthvað. Ég er að fara að hitta prófessor, eða doktor í skólanum klukkan 10 og við erum að fara að ræða svona research assistant stöðu í skólanum. Eftir að ég tala á hann þátt ég bara aðeins að skoða skólan. Ég alveg bara að skoða svona bygginguna mína núna og svona hver ég verði tíma á henni. Eftir það ætla ég örugglega bara að stoppa aftur í búðinni og leið heim. Eða jafnvel kíkja miðbæinn, ég er að pæla að stoppa fyrir búðin í dag og skoða miðbæinn á morgun eða helgina. En já, ég ætla bara að gera mig til núna fyrir morgunmat og eitthvað, þannig see you later. Ok, ég held að ég var actually að góðum tíma. Ég er tilbúin. Nice. No one's here. Ég var að klára fund með einum doktornum og ég er officially orðin research assistant í labinu hjá honum sem að ég mér vinna í 20 klukkutíma í viku hjá þeim en svo er ég að fara að hitta annan mann í október og fæ vonandi 20 klukkutíma í honum þannig að ég bara að gera 40 klukkutíma nei ekki viku, mánuð en vonandi í heildina verði ég að gera 40 klukkutíma af rannsóknarvinnu í mánuði. Ég var svo ánægð, hann sagði mér að Sabrina, leiðbindamenn úr BS-num, hafi haft samband við allavega einn doktorinn, þú veist, úr hinu labinu, ekki hans labi, heldur í hinu labinu. Og svo gæði ég var vist bara eitthvað, oh my god, Sabrina segir mér að eitthvað koma gett góðu nefandi, ég laka til að vondi fæ henni viðtal og eitthvað. Þú var svo cute, takk Sabrina, I just love this woman so much. En já, þannig ég er officially að fara að gera örugglega fullt af rannsóknarvinnu og ef að það gengur ekki vel í labbinu hjá hinum gæjanum þá fæ ég að vera 40 klukkutíma í þessu labbi í staðinn. En ég held samt ég verði örugglega hrifnari hinu labbinu. Þetta labb sem ég núna var að ráða mig í er meira svona eitthvað hvernig við skynjum shapes og materials og svo líka svona mótor, svona hreyfingar, þú veist hvernig við grípum hluti og eitthvað sem er alveg áhugavert en kannski ekki my favorite. En hitt labbi er miklu meira svona sjónræn skynjun og svona lítaskynjun og eitthvað sem ég er vanari að þess ég gerði nokkrar tilraunir í BS. Þannig að ég er mjög spennt fyrir því. Ég líka svitnaði svo mikið í þessu viðtali og ég var að fatta að ég sett ekki á mig viðtalið þannig I'm sweaty. Þetta er svona sem ég slei ekki. Og svo er hérna, hang on. Þetta er slei. Þetta er hérna með fMRI og eitthvað. Fucking that. Ég er alveg svo spennt. Hérna er bara í campusinn. Þarna er matsalur. Heitir ég man ekki alveg hvað það var. Mensa, já. Mensa. Það er eitthvað stúdenta matarsæði. Þetta er bygging F. Ég verði einhvern tímum þar og svo er byggingu E sem er bara byggt á bakvið. Og svo er eitthvað eitt annað hús, ég kannski reyna að finna það. Það er hérna einhvers staðar á svæðinu sem ég mun líka læri í. Og svo er bókasafn hérna, kannski finn það líka. Það er einhvers staðar hana. Það er bara aðeins að sýna ykkur what's going on in the campus life. Þó svo skólinn, nýja önnum sé ekki byrjuð, hinn er ennþá bara að klárast. Það er andjóks, alveg margir læri bara frá lokapróf hérna sem er crazy. Byggingin mín að bygging og þarna baku trén er bókasafni. Það er svo mörg svæði hérna af bara grasi. Bara það er ekkert í gangi. Það er bara heilu svæðin sem er bara gras. Þetta er ógeðslega ljót gata líka sem ég er að labba á. Þetta er basically svona háskólagatan, háskólasvæði. Og það er ekkert í gangi hérna. Þetta er strætóminn, 10. Mammadeildin er slaying. Let's go. Ég reyndi bara meitboka af svona súrum jarðarberum en það er slay. Og hinum meginn er súkkulaðið. Let's see. Það er súkkulaðið. Þetta er allir bara súkkulaðið.
So nice. Nei, þið skilja ekki. Hamingjuna, akkurguna, fyrsta lagi, sunny soda, let's go. Þannig epla, við erum með blood orange, mango. Oh my god. Ok, ég er búin í verslunni, við erum að byrja að labba heim núna. Taska mín er það ótrúlega þung. Ég keypti miklu meira en ég ætlaði mér. En ég keypti samt allt sem ég ætlaði mér líka, þannig þetta er alltaf lagi. En ég keypti mér líka vatnsflösku, hún kemst ekki í töskuna. Til að labba með hana heim, það er hálftíma að labba heim. Þetta er ekkert eðlilega þungt. Öxlin mín er að fara að detta af á leiðinni. Það er svo lít. Og geitungarnir eru að ráðast á mig eins og þeim sem borga fyrir það. Ég er alltaf að labba og svo er bara skemmtilega komin geitungur in my face. Hverfið þessum skólinn er í, eða svona þeim megin, þetta heimilið mitt, er alveg smá eitthvað svona industrial vibes. Það veist, allt sæðið var svona, ég veit ekki, það er svona eitt í gangi. Mjög mikið einhverjum svona verksmiðsbyggingum og eitthvað. En svo á morgun þegar ég fer í miðbæinn að vona ég að sé aðeins meira cute. Ég hef keyrt það svæði með mömmu og þar keyrði var það í gegnum ógeðslega krúttlegar íbúðar. Oh my god, gæðsæti íbúðarkarfi. Ok, hérna er aftur bara svona, það er ekkert í gangi, það er bara grasblettur þarna. Mér langar að vita af hverju, er þetta eitthvað svona, ég veit ekki, mýri eða eitthvað? Kannski ekki. Hello! Ok, ég veit þetta er svona 100 skipti sem ég nefnum það, en aftur grasblettur, stór grasblettur og stendur eitthvað á þessu skilti þarna. En ég kann ekki þýsku, en ég get ekki lesa það. En, fyrirldi! Stop! Ok, þetta er Campus Natur und Lebenswissenschaften. Náttúru eitthvað, let's go! Ég veit ekkert hvað ég gera núna. Það er bókstaflega engin gangstétt við götuna sem að Google Maps er að segja mér að labba. Ég veit þá ekki hvert ég á að fara. Ég ætla bara að prófa að labba ég er að labba með bílastafn núna. Vona að ég komist eitthvert. Og ég veit ekkert hvað ég að gera ef ég get ekki að labba á þessu götu. Það þarf að labba svo langa leið tilbaka. Ok, þannig að birtist einhvern áhengi. Hann lítur að hafa verið komið af gangstétt. Bara þessi vídeo er ég að horfa svona 20 geitunga. Drengurinn sem ég sagði að labba það ég gleymdi því að ég fara að gera það. Það lítur að vera önnur leið. Hérna er önnur leið en missa þessi verri. Oh my god, ég get ekki labbað hann í gegn. Ég verð stungin. Oh my god, ég veit ekki hvað að gera, ég labbaði hann í gegn. Það eru svo margir geitungar. Ég verð stungin. Ég ætla að finna einhverja aðra leið, það er bara ekki að smelta mig. Ok, brave man, vel gert. Það verður þetta alveg full hræddur líka. Ef við erum peysu þá verður ég kannski líklegur til að lappa í gegn. En ekki stuttur á bólum. Easy target. Oh my god, það er svo mikið af fiðrildum hérna. Ég veit ekki hvað að sjá það. Það er annað. Þetta er beautiful. Ég gerir mér enga garð fyrir því hvað þetta sést almennilega myndaðalni. Það er eitt. Og annað. Vá. Greyin samt eru hérna í vindinum alveg bara. Hérna er bíflugnahúsið mitt, sæta. Og þarna er rennibraut. Mig grunar það sé eitthvað skóla eða eitthvað, leikskóla eða eitthvað. En það er vissulega rennibraut. Og ef einhver er heima hana þá ætla ég að fá svona rennibraut heim til mín þegar ég flytta heimann. Ég er ekki viss hvort það sé skrýta ég sé að kaupa með vatn. Og síðan hella það í vatnspressunum. En það er bara of mikið af úrvali af vatni hérna til þess að ég trúi því að það sé skrítið að kaupa vatn. Þess það er mjög mikið af vatni í búðinni, þannig svona það hlýtur að vera eðlilegt. Það getur ekki verið annað. Ég veit ekki. Ég er allavega að kaupa með vatn af því minnst vatnið er ekki gott. Ég gerði ekkert outro af því að daginn í dag, ég ætlaði að taka hann upp og hafa hann með í þessu vloggi en þetta kom upp 20 mínútur, þannig bara stay tuned for week 2 in Gießen. Bara endilega, takk fyrir að horfa og sé ykkur næst. Bye.